Nei, ég alveg góð. Það bara því að það streym, en sko mín klukka, sko hana vantar örfáar þarna, en því að hún nú eitthvað sein. Treystum hérna. Jæja. Komið öll sæl og blessuð, góðan daginn kæru gestir. Ég býð ykkur hjartanlega velkomin til okkar hingað í Þjóðminjasafni Íslands og sérstaklega fjölskyldu frú Halldóru Eldjárn og Kristjáns sem við föðura og ættföður kannski segjum við í þessu stærra samhengi og hér kemur aðeins betur inn á það á eftir. Við höfum helgað dagskrá á 7. desember minningu Kristjáns Eldjárs, forseta og fræðimanns og auðvitað fyrrum þjóðminjavarðar. Og þetta gerum við í samstarfi við félag fornleifafræðinga og við erum að streyma dagskránni og tökum hann upp þannig að það verður líka hægt að hlusta síðar á erindin og það sem hér fer fram á heimasíðun okkar. En þetta ég veit að fólk að safna saman og ég byrja svona rólega og meðan að svo allir nái að fá sér sæti. En Kristján fæddist á þessum degi árið 1916 fyrir 108 árum og lést árið 1982. Og við erum mjög ánægð að hafa þetta tækifæri til þess að heiðra í rauninni minningu þess að merka fræðimanns og forgöngumanns á sviði safnamála líka og sem hafði svona djúp áhrif á sögu og menningu okkar, auðvitað þjóðþekktur, ekki síst eftir að hann var ekki bara sem fræðimaður heldur líka sem þjóðhöfðingi. En viðburðurinn í dag er þó ekki aðeins til að minnast Kristjáns, heldur einnig þeirra konu sem stóð honum næst, eiginkonu hans, frú Halldóru Eldjárn eða Halldóru Kristínu Ingólfsdóttur Eldjárn sem fæddist fyrir rúmu 101 ári, þann 24. nóvember 1923 og lést 21. desember 2008. Halldóra studdi mann sinn í hans störfum og naut mikillar virðingar í þjóðlífi okkar. En í dag mun dóttir þeirra hjóna, Sigrún, afhenda Þjóðminjasafninu fyrir hönd systkina sinna og afkomenda og þessarar fjölskyldu skautbúning frá Halldóru. Og ég ætla að fá að svona bara því að hóf þessa dagskrá með því að bjóða okkur velkomin að fá líka að þakka fyrir þessa ræktarsemi, þennan höfðingskap fjölskyldunar í garð Þjóðminjasafnsins og þar með í garð okkar allra, safnsins okkar allra og ég þakka ykkur Þórarinn, Sigrún, Ingólfi fyrir þennan hlýhug. Við höfum hafið undirbúning á stóri sýningu sem verður hér í safninu árið 2026 á búningasögu. Og þess vegna er þessi viðburður í dag kannski ákveðin upptaktur og svona hvatning fyrir það verkefni og þessi gjöf sem verður hérna afhent bara rétt og eftir. Og ég vona bara þið eins og við hér í Þjóðminjasafni við segjum að það er til mikils að hlakka. Nú, eftir að Sigrún hefur tekið til máls, þá fer ég hönd dagskrá með 2 fyrirlesturum og svo í lokin þá bjóð upp á kaffi og kleinur og höfum þetta auðvitað þjóðlegt. Nú, við eigum von á áhugaverðum erindum í dag. Guðrún Hildur Rósinger, búninga og kjóla og klæðskera meistari, ætlar að halda hér erindi og fjalla skautbúninginn og þær konur sem lögðu grunninn að þessum einstaka þætti í menningararfi okkar. Og ég veit að Guðrún mun líka segja okkur einhverjar heitar fréttir úr lífi og þeirra sem hafa ástríðu fyrir þjóðbúningnum og sá hópur fer sístækkandi og ekki síður fyrir þátt
Guðrúnar Hildar og þeirra sem að vinna að því að kenna að saum og bæði sög og saum að sauma búninginn. Nú því næst mun Ragnheiður Traustadóttir, fornleifafræðingur, ræða hlutverk kvenna í fortíðinni út frá fornleifauppgreftri sínu sem að hún hefur stundað nú í Firði undanfarin ár. Stórmerkilegur fornleifauppgreftur þar á ferðinni og við hlökkum auðvitað til að heyra þar sem að við vitum þó að hún er í miðjum rannsóknum eins og það heitir og fáum að vita meira og höfum þar líka og fáum eflaust þegar frá líður á næstu árum að skilja meira og meta okkar menningu. En ég vona að þessi dagskrá veiti ykkur innblástur og innsýn í líf, störf og arfleifð þeirra sem lögðu grunn að menningu okkar og samfélagi. Og þessi dagskrá í dag er þarna dálítið svona kvenlæg, ef svo má segja. Og við erum komin með þessar tvær konur sem eru líka eru traustar og forsprakkar í sínum fræðum. Þakka ykkur fyrir að koma. En ég vil enda á að fá að þakka félagi fornleifafræðinga fyrir samstarfið, fyrir mjög ánægilegt samstarf og formanni félagsins Snædísi Sunnu Thorlacius og meðstjórnanda hennar Margréti Valmundsdóttur fyrir samstarfið við undirbúninginn þessa dagskrá. Og ég segi bara við ykkur verið velkomin, njótið hátíðar, njótið dagsins og njótið samverunar. En að þessu sögðu þótti Sigrún að koma, hún ætlaði að fá að segja örfá orð. Og svo gerist eitthvað svona aðeins formið. Já. Já, góðan daginn. Það er mér bæði heiður og ánægja að fá fyrir hönd okkar systkina, fjölskyldunar, að afhenda þennan búning. Og gaman að það gerist hérna eiginlega á okkar æsku heimili. Svefnherbergin voru hérna einhvers staðar. En hérna, Þóra bróðir minn kom með þá hugmynd í gær að í staðinn fyrir að vera klæða þessa draugalegu gínu í búningin að þá hefði ég átt að vera í honum, mæta hérna, klæða mig sig úr honum og þá væri ég innanundir í Sigurfljóðabúningi sem er Sigurfljóður einn af mínum sögupersonum og hún er ofurstúlka með rauða skikkju og það hefði verið svolítið flottara. En það var bara gafst ekki tími til að útfæra þetta en næst þegar við afhendum búning þá verður þetta svona. En hér er þessi fallegi fíni búningur sem að móðir okkar bar með glæsi brag, tók sig afskaplega vel út í honum, þetta er velgerður og fallegu búningur. Það má kannski samt ljóstera því upp að þetta var ekki uppáhaldsflíkin hennar. Bæði var hún ekkert mjög mikið fyrir að vera svona áberandi og svo er þetta náttúrulega mjög svona þungt og heitt og erfitt að halda faldinum í jafnvægi. En hún gerði þetta með sóma. Og ég ætla nú bara að lesa bréf sem að fylgdi með þessari gjöf sem að henni var færð. Og það hljóðar svo. Þegar eftir að doktor Kristján Eldjárn hafði verið kjörinn forseti Íslands sumarið 1968 ákváðu nokkrar íslenskar konur að gefa forsetafrúnni vandaðan íslenskan búning og fela frú Unni Ólafsdóttur að teikna hann og sauma í samráði við forsetahjónin. Þessu verki hefur frú Unnur nú lokið og okkur, tveimur konum, annarri norrlenskri og hinni sunnlenskri, verður falið að færa forsetafrúnni, frú Halldóri Ingólfsdóttur, búninginn í nafni þeirra íslenskra kvenna víða land sem að gjöfinni standa. Reykjavík 13. desember 1969, Þóra Steinþórsdóttir og Sigríður Thors. Og þar með held ég að ég sé búin að afhenda búninginn. Takk fyrir. Afhendingarbréf sem er hérna við skrifum báðar undir hér. Þannig að ég ætla bara að byrja því við erum kannski ekki hérna, við erum báðar svona alveg þokkalega hávaxnar. Þannig að ég aldar upp í sama húsi. Þannig að á ég ekki bara að byrja að segja Reykjavík hér. Og já, ég var búin að lofa að það er mjög létt og svona lipur dagskrá og það verður hún, en svona er þetta stundum í, vilt þú ekki bara byrja og ég, vistu verið með hennan mjóa,
Hérna fyrir hann gefenda. Já. Við þurfum að fá svona afhendingarpúlt. Ég held að það sé svona einhver búnaður sem að Söfn ætti að eiga. Já, þá er komið mér. Já. Og ég ætla að fá hérna. Já, ég get uppljóstað að þessi penni sem við erum að skrifa með, við fáum heldur ekki að ráða með hvernig penna við skrifum þetta endist út einhverja mannsaldra bleki í þessu. Já, þetta allt orðið. Það skiptir ekki máli liturinn, heldur bara blekið. Þar með þá held ég þessu eftir og þá hér. Hversu vel. Kveikja á því. Er einhver hérna af starfsfólki sem er með skjáan á? Ég áttaði mig ekki á því í þessum, eins og ég sagði, ég lofa að þetta er létt og lipurt og já, Hildur, ég gjör það svo vel. Hildur Rósinger. Hérna, er það þessi hér? Þessi, já. Já, dregur yfir, ég skal hjálpa þér með það. Þetta er bara nóg svona. Já, bara stakka og já. Svona, og þá bara notar þessar örvar hér. Já. Já, góðan daginn. Á þessum færa degi. Ég heiti Guðrúnhildur Rósinger, ég er klæðskeri, kjólameistari og sagfræðingur. Ég er svo vön að kalla bara. Heyrið núna í mér. Ég heiti sem sagt Guðrúnhildur Rósinger og ég er kjólameistari og klæðskeri og sagfræðingur. Og ég hef venjulega þegar ég held fæ svona tækifæri að tala fyrir svona marga að þá tala ég nú bara svona fyrir að fingrum fram, en það sem ég hef svona takmarkaðan tíma í dag að þá ætla ég að fá að lesa þetta meira og minna upp að blaði svo ég tapi nú ekki alveg tölunni á mínútonum. En árið 1863, þann 24. febrúar, var Forngripasafn Íslands stofnað en helsti hvatamaður og annar af fyrstu forstöðumönnum þess var Sigurður Guðmundsson málari. Því starfi sinnti hann allt til dauðadags en í ár eru einmitt 150 ár síðan hann lést þann 7. september 1874. Stofngjöf safnsins voru 15 munir en samkvæmt heimasíðu Þjóðminjasafns Íslands, eins og safnið heitir nú, eru þar varðveittir yfir 300.000 munir. Á síðunni segir einnig að fyrstu 9 áratugina hafi einkum verið safnað jarðfundnum forngripum, kirkjugripum og öðrum listgripum frá síðari öldum. En safnið varðveitir fleiri sögulega dýrgripi sem skipta miklu máli fyrir rannsóknir fræðafólks á fjölbreyttum menningararfi. Eftir nám mitt í klæðskurð og kjólasaum 1997 hóf ég störf hjá Heimilisiðnaðarfélagi Íslands við þjóðbúningakennslu. Árið 2008 fór ég í sagnfræði við Háskóla Íslands til þess að nálgast verkfæri til að vinna enn frekar með búningaarfinn. Elsa Guðjónsson, starfsmaður Þjóðminjasafns Íslands, hafði rannsakað og skrifað búninga og handverk en lítið hafði verið skrifað eftir það sem hún gerði. Það var því sumarið 2011 með 4 mánaða námstyrk frá Nýsköpunarsjóði stúdenta að ég lagði af stað í verkefnið Þróun íslenskra kvenbúninga 1800 til 1950. Ætlunin var að skoða þá þróun sem varð frá faldbúningi til skautbúnings og hvernig erlendir tískustraumar höfðu áhrif þar á. Leiðbeinendur mínir voru Már Jónsson, prófessor, og Lilja Árnadóttir, sem þá var fagstjóri Þjóðminjasafnsins.
Undirbúningur minn hafði staðið í 1 ár en ég hafði safnað upplýsingum varðveittan muni, bæði fatnað og skart, en þá var sarpur eingöngu aðgengilegur í 1 tölvu á bókasafninu í Setbergi. Þannig að þar sat ég í heilt ár. Í skýrslum safnsins á árunum 1863 til 1870 eru elstu munirnir númer 1 til 826 skráðir af Sigurði. Þar af talsvert af skarti og flíkum tengdum faldbúningum en safnkostunum átti eftir að fjölga eftir hans daga. Rannsókn mín fólst í því að skoða og meta varðveittan fatnað og skart alls 350 gripi. Eftir sumarið hafði ég skoðað það bil 300 gripi, kraga, belti, uppliti, faldtreyjur, samfellur, svuntur, skauttreyjur og skautpils. Ég hef oft hugsað þessa sumarvinnu mína í kuldanum, í geymslunum, í Kópavoginum sem minn fornleifa uppgröft. Íslensku jarðvegur varðveitir illa textíla og því fátt af heilögum fatnaði sem kemur upp úr jörðu. En safnkosturinn varðveitir muni sem bera í sér marglaga heimildir búninga, fatagerð, handverksþekkingu og lifnaðarhætti, en ekki síður vitneskju eljusemi, hugvit og nægjusemi sem oft þurfti til að komast af. Nú rannsóknin lagði grunninn að því starfi sem ég og maðurinn minn höfum unnið síðan eða frá því að við hjónin stofnuðum fyrirtækið Annríki þjóðbúningar og skart árið 2011. Þekking sem sannarlega hefur varpað ljósi á þróunarsögu búninga og fatagerðar. En ekki síst þetta þó saga íslenskra kvenna sem lögðu metnað sinn í að útbúa sér fagra búninga, kvenna sem sjaldan getið í sögubókunum en skráðu sögu sína í handverkinu. Nú umræða íslenska kvenbúninga hefur ævilega átt sér stað og oft heldur neikvæð. Aldamótin 1800 fór fremstur í flokki upplýsingamaðurinn Magnús Stephensen sem taldi faldbúninga eins og þeir tíðkuðust þá heimilega og arðlausa. Hann sagði skautfaldana teyjast eins og horn upp að höfðinu sem afskremdi jafnvel dáfríðustu stúlkur. Hann taldi betra að taka upp danska kventísku og bauðst til að hafa milligöngu að selja gamla skartið erlendum ferðamönnum sem þá voru farnir að sækja landi heim. Sigurður málari þekkti vel til þessara umræðu enda átti hún sér einnig stað á námsvörum hans í Kaupmannahöfn. Í anda þjóðernisrómantíkur á fyrri hluta 19. aldar ræddu ungir menntamenn hið nýja hugtak þjóðerni og þjóðernisvitund. Menn töldu þjóðtungurnar og þjóðsiðina einkenna þjóðirna mest en einnig búningarna. Þeir, búningarnir, væru gerðir eftir loftslagi, atvinnuvegum og hugsunarhætti þjóða og því bæði til gagns og til fegurðar. Nú fagurkerinn Sigurður var greinilega fyrir miklum áhrifum í Kaupmannahöfn og hóf að rannsaka fatnað fyrri alda. Í verkum hans má sjá að hann var einnig undir áhrifum fornmenntastefnu þar sem áhrif grískrar og bísanskrar menningar gætti. Sigurður var ötull við að skrá niður hugmyndir sínar og fjölbreyttar heimildir sem hafa varðveist af handritadeild Landsbókasafns og á Þjóðminjasafni Íslands. Hann skrifaði áhugaverða greinar fatnað og búninga en sem ásamt bréfasafni hans eru afar mikilvægar heimildir búningasöguna og fatagerð. Sumarið 1856 kom Sigurður í heimsókn til Íslands og ferðaðist Norðurland. Hann heimsótti Ólaf föðurbróður sinn og konu hans Sigurlegu í Ási í Hegranesi. Búningamálin voru rædd og þar virðist hugmyndin að endurbættum faldbúningi, skautbúningi, nýjum þjóðbúningi kvenna hafa fengið byr undir báða vængi. Árið 1857 birtist í nýfélagsritgerð Sigurðar kvenbúninga að fornu og nýju. Þetta var tímamótagrein búninga kvenna frá upphafi búsetu í landinu. Hann lýsti þar hnignun búningarna og minnti landa sína á nauðsyn þess að þekkja uppruna sinn og einkenni.
Sigurður hvatti konur til að endurbæta sinn gamla faldbúning frekar en að taka upp þann danska og hann hrósaði þeim fyrir fagurt handverk og kunnáttu og hann hvatti þær á alla lund. Með smá lagfæringum á sniði, nýjum mynstrum og meiri einfaldleika mætti gera nýjan búning byggðan á þeim gamla eða eins og hann orðaði það og hér stendur á glærunni, þá næst að tala þjóðbúningin og hvernig ég held að konur myndi geta haft hann nú. En af því að mér þykir þetta mál svo miklu varða og það undir konum komið að fegur meiri komist á í landinu, bæði í þessu og öðru, þá eru konur þó að Guði ætlaðar að vera leiðarstjörnur til allra fegurðar og föðurlands ástar, til allra hreysti og manndóms. Hvílíkur andi. Sigurður ýtti þannig undir metna kvenna og sjálfsvirðingu. Þær bæru skinnbragð á það fagra og þjóðlega og því ættu einmitt þær að rótfesta þessar dygðir og halda þeim við. Og til að undirstrika mál sitt frekar skrifar hann: Af yðar mynd Ísland kallað fjallkonan fríð. Þarna viðrar hann hugmynd íslensku fjallkonuna sem byggð á hugmyndum erlendra samtímamanna sambærilegt fyrirbrigði þjóðarímynd. Þannig fengu íslenska konur ábyrgðar hlutverk í framfara og þjóðernisbaráttunni. Sigurður sneri heim, alkominn heim 1858 og þá hóf hann samstarf við fjölmarga konur land allt. Hann gerði sér grein fyrir að framgangur búningamálsins væri undir konum kominn en þó svo að samþykki eiginmann og feðra þyrftu auðvitað að liggja fyrir. Tillögur Sigurðar nýjan búning voru athyglisverðar. Það átti að einfalda og samræma gamla faldbúningin að hætti nýrrar Evróputísku. Hann taldi best að hafa fatnaðinn svartan, það færi best við íslenskt litarhaft kvenna, þó einnig mættu nota aðra liti. Hann hvatti konur til að taka upp léttari höfuðbúnað með höfuðdúknum gamla sem ekki hyldi allt hárið. Og hann skrifar svo skemmtilega og segir að íslenski karlmenn myndu alls ekki lasta þótt þeir sæju svolítið hárinu læðast fram undan faldinum. Treyjan færi betur með því að ná niður undir beltið og svo segir hann en að skolla upp á herðum og láta skína í upplutin fyrir neðan. Bak treyjunar átti einnig að breyta svip því miðleggingin sem var á faldtreyjunni var ekki lengur í tísku í Evrópu og bogarnir voru ávalari. Við búningin mætti bera sprotabeltin gömlu en hann og Sigurður Vigfússon, fornfræðingur, voru þá einmitt að vinna ný mynstur fyrir belti og koffur sem átti eftir að ná miklum vinsældum. Sigurður ráðlagði, ég held þess með vitlaus að ræru gott fólk. Sigurður ráðlagði einfaldari mynsturbekki til útsaums og að leita ætti til upprunans. Í pilsið átti að sauma lilju eða laufviðarbekk sem hann dró upp að gömlu altarisklæði. Hann mælti einnig með grískum og bíseskum bekkjum. Blómamynstrin sem urðu afar vinsæl komu fram talsvert síðar. Það vitað að Sigurður leiðbeindi stúlkum í teikningu sem aðstóðu við mynstugerðina og það alls ekki ólíklegt að þær hafi nú átt eitthvað þátt í því að koma þessum blómagörðum. Ég biðst afsökunar en þetta var auðvitað myndirna sem þið áttu að sjá. Sigurður sá fyrir sér heildstæðari búning, bæði fagran og hagalegan sem væru höfuðkostir við hvern þjóðbúning. Hann var greinilega vel að sér Evróputískuna sem sjá má á þeim breytingum sem hann lagði til. Drottning Viktoría var mikill áhrifavaldur á sínum tíma og bogarnir á bakinu eru komnir frá henni sem og svarti liturinn en eftir að hún varð ekkja klæddist hún eingöngu svörtum fatnaði. Grísk og bísensk mynstur voru líka í hátísku á hennar tíma. Nýji höfuðbúnaðurinn, skautfaldur, varð einnig til fyrir áhrif frá Viktoríu drottningu. Þessa mundir var veil en tiara, hátíska við hirð hennar
og blæja og kóróna ásamt hvíta brúðarkjólnum var frá Viktoríu komið. En Sigurður var algerlega hugfanginn af höfuðbúnaðinum og hann leitaði hugmynda víða. Í vasabókum hans má sjá fjölda teikninga af höfuðbúnaðum ýmissa þjóða. Í janúar 1865 á fundi í Kveldfélaginu hélt Sigurður framsögu erindi uppruna þjóðbúninga og rekur þar nýja höfuðbúnaðinn, skautfaldinn, allt frá Grikkjum, norður eftir Kákasusfjöllum og til Norðurlanda. Og þannig hafi skautfaldurinn myndast af fríkísku húfunni sem upprunalega var tákn grískra þræla. Þetta tákn tóku síðan byltingasinnar í Frakklandi upp í lok 18. aldar og þess vegna finnst mér alveg dásamlegt að þetta uppreisna tákn hafi orðið að höfuðbúnaði íslensku fjallkonunnar. Í ljóði Sigurðar, Faldafestir frá 1859, rekur hann á afar rómantískan hátt sína á nýja þjóðbúninginn í 56 erindum. Þar segir höfuðbúnaðinn að faldurinn hvíti gnæfi sem snæviþakinn fjallstindur, blæjan fellur sem snjóbreiður og höfuðbandi skín sem norðurljós. Þannig sameinar Sigurður hugmyndir sínar höfuðbúnað fornmanna, hátísku Evrópu og hástemda þjóðernisrómantík í skautfaldinum. Og þannig varð skautbúningurinn í heild sinni hlaðinn táknmyndum baráttu og breytinga þjóðfélags sem stefndi í átt til sjálfstæðis. En þá skulum við nú snúa okkur að konunum í lífi Sigurðar og þeirra mikla verki við saumaskapinn því Sigurður þekkti lítið til þeirra verka. Hann var reiðubúinn að aðstoða konurnar við búningagerðina og hann sendi bæði snið og mynstur víða land. Í bréfasafni Sigurðar fjöldi bréfa frá Ólafi Ási sem hann skrifaði fyrir hönd Sigurlaugar, konu sinnar. Í upphafi var Ólafur ekki svo hrifinn af ritgerð frænda síns og hann biður hann að senda sér mynd af yngistúlku fallegri eigi hann að samfærast ágæti búningsins. Sigurður sendi mynd þessa sem við sjáum þarna, teikningu, snið og uppdrætti og bréfin urðu mörg sem á milli fóru með fyrirspurnum og upplýsingum. Þannig gekk samstarf þeirra Sigurlaugar, hún saumaði og Ólafur skrifaði Sigurði. Í júní 1860 bar Sigurlaug búninginn fyrst við brúðkaup, frænda Ólafs, en hún valdi að vera með svarta blæju við höfuðbúnaðinn. Eftir brúðkaupið skrifaði Ólafur að enginn hefði saknað miðleggingarinnar á bakinu, en veislugestir hefðu dæmt og voru flestir hrifnir, en þó var það höfuðbúnaðurinn sem mesta furðu og andúð vakti. Flestum veislugestum þótti hann ljótur og líkast helst stríðsmannahúfum, en svarta blæjan þótti þó til bóta. Höfuðbúnaðurinn var svo partur búningsins sem var alveg nýr og það tók lengstan tíma að skapa hann og taka hann í sátt. Eins og sjá má á mynd Sigurðar var hann ekki búinn að ákveða útlit faldsins fullkomlega en það verkefni setti hann í hendur Sigurlaugar og annarra samstarfskvenna. Það kemur víða fram í bréfum Ólafs til Sigurðar að Sigurlaug var ekki alltaf sátt. Hún kvartaði yfir að blöðin í treyju uppdrættinum væri óþæg til balduringar. Einnig fannst henni að útsaunsbekkurinn sem Sigurður sendi væri of lágreistur, svo hann sendi henni aukalilju, eins og sjá má á myndinu hérna í miðjunni, til að sauma ofan á hitt munstrið. En þetta munstur útfærði hann síðar og það hefur orðið mjög vinsælt og það sést þarna á neðstu myndinni. Búningur Sigurlaugar ber að mörgu leyti með sér að hann unninn samkvæmt þeim aðferðum sem tíðkuðust við gamla faldbúninginn. Treyjan var með gamla sniðinu þó hún næði niður í mitti og engin upplutur undir. Mynstrið í pilsfaldinn saumaði hún með blómstusaumi, aðferð sem var á hallandi fæti en flatsaumur og skatting tekin við. Svo að mörgu leyti hefur þessi búningur verið ansi gamaldags. Og þess vegna það svolítið sérstakt að Sigurlaug saumaði annan skautbúning nokkrum árum síðar með nýja sniðinu.
Í pilsi var saumað nýtt blómamynstur með flatsaum og innfluttu gatni. Við báða búningana saumaði Sigurlaug möttul en það var flík sem Sigurður rakti til landnámskvenna. Þegar að Sigurlaug saumaði fyrri búningin hafði Ólafur verið í sambandi við Sigurð að fá smíðað belti og koffur en það hafði nú ekki náðst fyrir frumsýninguna í brúðkaupinu. Við yngri búningin var hún hins vegar með nýja skartið sem Sigurður Vigfússon smíðaði. Þessi búningur sem við sjáum þarna nú varðveittur í Áshúsinu á byggðasafninu í Glaumbæ. Eldri búningurinn eign Þjóðminjasafnsins og lykilgripur fyrir 19. öldina á sýningunni Þjóðverður til. Hérna uppi. En í Reykjavík átti Sigurður athvarf hjá Jóni Guðmundssyni ritstjóra og konu hans Hólmfríði Þorvaldsdóttur. Hún og dætur þeirra, Kristín Jónsdóttir Krabbe og Hólmfríður Björnsdóttir, voru helstu samstarfskonu hans í Reykjavík. Saman stóðu þau fyrir búningasýningum á Austurvelli fyrir ferðamenn eins og myndir frá Foxleiðangrunni sína árið 1860. Kristín og Hólmfríður yngri skarta nýjum skautbúningi og peysufötum, báðar í nýjustu tísku af innfluttum undirfatnaði, korsiletti og krínolínum. Hólmfríður eldri fór til ljósmyndara í sínu nýja skautbúningi en til hliðsjónar teikning af henni í faldbúningi sem Sigurður málari teiknaði. Þarna má sjá að Hólmfríður ber sama skart við báða búningana. Sigurður skrásetti að fyrsti skautbúningurinn hafi verið borinn við brúðkaup í Reykjavík 21. september 1859. Árið 1867 skrifa Sigurður að 42 hafi verið með nýja skauti til altaris og síðar skrifar hann Jóni Sigurðssyni forseta að það mætti segja að flest allar yngri stúlkur væru komnar í íslenskan búning. Konurnar tóku hvatningu Sigurðar samstarf fegins hendi og af mikilli alvöru. Vinsældir skautbúningarna urðu gríðarlegar, það sýnist á fjöldi búninga sem varðveist hefur í landinu. En konurnar fóru ekki alltaf þá leið að skreytingunum sem Sigurður lagði til, heldur saumuðu fjölbreytt mynstur með fjölbreyttum aðferðum að eigin smekk. Bísensku munstrin lögð með innfluttum borðum og blómamunstrin nutu mikilla vinsælda á pilsin. Það var saumað út með ýmiss konar þræði og fjölbreyttum litum en líka stundum einlitt. Stundum var snúrulagt eða saumað með flaueliskurði. Á treyjurnar var gjarnan baldírað en einnig kniplað og snúrulagt. Konur notuðu alltaf handverk sem þær þekktu og voru svo flinkar í. Höfuðbúnaðurinn hefur ávallt fylgt búningnum, skautbúningnum og verið stolt hans. Faldurinn sjálfur hefur þróast í gegnum árin eftir tísku og efnisúrvali. Skartið hefur einnig þróast með tímanum og til var sérstakt 20. aldar afbrigði í víravirki sem smíða var við þjóðbúningana. Skautbúningurinn hefur þannig þróast í gegnum árin eftir efni og aðstæðum, tísku og framboði á hráefni. Og það bara þannig að við saumum alltaf fötin okkar úr því hráefni sem til hverju sinni og ég ætla bara að benda ykkur á það að konur hafa aldrei á hvaða tíma sem viljandi alls að vera púbó og gamaldags. Svo þetta hátíska og við erum að muna það. Á Þjóðminjasafninu að finna búninga sem sýna glöggt þessa sögu en einnig hvernig konurnar breyttu gömlu faldbúningunum sínum í þágu nýrrar tísku. Nýtnin var mikil og engu hent. Hver búningur var persónulegur vitnisburður konuna sem skóp hann. Listaverk þar sem andagift og hæfileikar fengu notið sín. Það hlýtur að hafa verið nokkuð einstakt fyrir konur á þessum tíma að njóta leiðsagnar og hvatningar listamanns við búningagerðina. Í safni Sigurðar að finna lítinn miða þar sem konur þakka honum samstarfið, sem afskaplega fallegur vitnisburður vináttu. Þessi föt, eða semst á miðanum stendur, þessi föt herra málari Sigurður Guðmundsson beðinn að þiggja
og eru þau send honum í virðingar og þakklæti skyni af nokkrum konum, giftum og ógiftum í Reykjavík sem bera nýja skautfaldinn. Til herra málara S. Guðmundssonar. Búningamálið sem og önnur framfaramál áttu hug og hjarta Sigurðar. Hann var frumkvöðl í mörgum málum en uppskar oft hæðni samferðamanna sinna. Hann gekk nærri sér við verkin og eftir áralanga þrotlausa baráttu fyrir bættum hag íslensku þjóðarinnar lést hann í Reykjavík 7. september 1874 og þá rétt 41 árs gamall. Við útför hans báru konur svartar blæjur sem virðingavott. Og þetta við skautið. Af yðarmynd Ísland kallað fjallkona fríð, skrifaði Sigurður til kvenna árið 1857. Hlutverk kvenna var viðamikið og þær tóku því alvarlega. Þjóðin stemdi á sjálfstæði en konur börðust líka fyrir auknum kvenréttindum. Með búningunum sýndu þær þjóðerninu virðingu en ekki síður styrk sinn í krefjandi heimi. Konur af öllum stéttum til sjávar og sveita, eiginkonur, yngismeyjar, vinnukonur, baráttukonur og fjallkonur gerðu skautbúninginn að sínum hátíðarbúningi. Nýr þjóðbúningur þjónaði margföldum tilgangi í íslensku samfélagi og þróaðist í takt við tísku og tíðaranda. Iðnframleiðsla á efnum og alls konar fíniríi breyttu hins vegar mjög möguleikum til ódýrari fatagerðar. Þessi nýji veruleiki hafði í för með sér samkeppni fyrir þjóðbúningana sem ekki höfðu lengur heldur sama táknræna gildið og áður. Nú auk þess að þá fylgja dæturnar ekki tísku mæðra sinna. En þetta eru einmitt aðstæðurnar sem skapa nýja siði og venjur. Fljótlega skapaði sá siður að konum væri gefinn skautbúningur á ákveðnum tímamótum. Falleg gjöf sem konur taka sig saman að vinna í hóp, til dæmis þegar að gefa á drottningu búning. Eða búningur gefinn frá móður til dóttur sem tekur að sér embætti forseta Íslands fyrst kvenna á heimsvísu. Eiginkonur embættismanna eignast líka búning sem svo gefinn í arf milli kynslóða með góðum óskum bjarta framtíð. Hver einasti búningur á sér sögu og saumaður og gefinn af virðingu og alúð. Hver einasti búningur hreint listaverk. En í dag, 7. desember, á fæðingardegi Kristjáns Eldjárns, fyrrum þjóðminjavarðar og forseta Íslands, gefa börn hans og Halldóru Ingólfsdóttur þjóðminjasafninu skautbúning sem Halldóru var gefinn þau tóku við forseta embættinu 1968. Íslenskar konur beittu sér fyrir verkefninu og fengu frú Unni Ólafsdóttur til að vinna hann. Og Sigrún las upp úr bréfinu áðan og það svo yndislegt að ég ætla ekki að endurtaka það, en það segir þar að önnur konan sem afhendir norrlensk en hin sunnlensk. Og þá sjáu þið hversu víðtækt verkefni þetta var. Þetta glæsileg gjöf sem nú hefur lokið hlutverki sínu sem búningur forsetafrúar en fær nú stöðu sem vitnisburður og heimild fallegan kvennaarf. Nú, á síðustu 20 árum hef ég leiðbeint konum við gerð skautbúninga og fjölda annarra gerða búninga. Rannsóknin á Þjóðminjasafninu breytti sýn minni á þennan mikilvæga menningararf. Hvílík þekking, listfengi og elja sem formaður okkar tileinkuðu sér. Þær unnu af gleði og nutu tækifærisins til að hvíla sig á stritinu og skapa fallegt listaverk. Skautbúning, þjóðbúning allra íslenskra fjallkvenna. Þetta mín tilfinning og þetta sest að í hjartanu þegar hann fer í gegnum þessa muni. Maður lærir handverkið, maður bara fær í blóðið og þannig að ég fylli svo mikilli lotningu yfir þeirra verkum. En ég verð þó að segja að konum í dag enn eins farið.
Þær njóta stundarinnar í núinu og hvíla sig á erli nútímans. Ég afar þakklátt fyrir verk Sigurðar og formæðrana og fyrir tækifærin öll sem ég hef fengið til að rannsaka þennan stórkostlega menningararf hér á Þjóðminjasafni Íslands og ég vil bara þakka öllu dásamlega starfsfólkinu hérna sem hefur starfað með árum saman og hafa endalaust veitt mér aðstoð. Ég vil bara segja að gleðin býr í gerð búningana og handverkinu en ekki síður því að skarta svo stórkostlegum kvennaarfi eins og þið sjáu hér á búningum nemenda okkar í annríki. Þetta stundin sem þær bíða eftir í 3 ár. Tekur 3 ár að sauma svona búning. En jæja, nú ég alveg farin að synda á tíman. En þá var það þessi gleði stund sem að mér langar svo að segja ykkur frá og ég búin að vera að fylgjast með vegna þess í nærri því 30 ár að þá hef ég fylgst með í búningaheiminum og ekki síst á Norðurlöndunum og ég hef haft tækifæri, haft mikla gleði af því að fá að starfa á norrænu vettvangi. Í Noregi hefur þjóðbúningaheimurinn fengið mikið stuðning frá opinberum aðilum sem algjörlega til fyrirmyndar. Og þeir hafa sett á laggirnar stofnanir eins og Norsk Institut for Bunad og Folkedragt og Norsk Håndverksinstitut til hreinlega að styðja við og bjarga menningararfi. Í nokkur ár þá hafa Norðmenn verið að vinna að því að fá sína búningamenningu skráða á lista UNESCO yfir óáþreifanlega menningararf. Og þið þekki nú til þessa lista, gerir ég ráð fyrir. Í gær, 5. desember, rættust óskir þeirra og nú í dag, 7. desember, halda þeir opinberan þjóðbúningadag alla Noreg til að fagna áfangunum og ég ætla að segja ykkur það partíð í gangi í Noregi, búningapartí. Gleðin mikil því þetta stórkostleg viðurkenning fyrir handverksmenningu og því minni hætta á að þessi þekking hverfi og glatist. En gleðin ekki bara í Noregi, hún líka mikil fyrir okkur öll sem vinnum með óáþreifanlega menningararf eins og þjóðbúningana. Við eigum von að þetta skapi jákvætt fordæmi líka hér á Íslandi og við kannski förum að fá svolítinn stuðning við verkefnið okkar. Ég vil óska Norðmönnum innilega til hamingju. Þetta sendinefndin þeirra sem núna út í Paragvæ. Til hamingju með þessa viðurkenningu og ég vil bara segja það að ég lít afskaplega björtum augum til framtíðar fyrir hönd íslenskrar þjóðbúningamenningar. Það var þessu bara lokið og ég þakka kærlega fyrir. Já, þakka kærlega fyrir Guðrúnhildur og mikið gaman að geta samglaðast Norðmönnum, frændum okkar og auðvitað, þetta sannarlega vitum við að þjóðbúningahefðin mikil í Noregi og margt og þakka þér að miðla þér sagnfræði viskubrunni af því ég gat þessu ekki upp af að þú ert auðvitað sagnfræðingur. En þá að koma öðrum fræðimanni, fornleifafræðingnum, Ragnheiði Traustadóttur. Gjörðu svo vel, Ragnheiður. Gaman að fá þig og nú hlýðum við á aðra kvenlega hlið í fornleifafræðingröstinu. Hvað gerast? Já, góðan daginn og til hamingju með daginn. Ég vonaði heyrið í mér, ég náði mér í persónu fyrir dag, þannig ég svona bæði eiginlega raddlaus og smá höfuðlaus. En
Ég ætla að segja ykkur frá fornleifarannsókninni í Firði og ég var nú beðin að tala dálítið mikið textílinn, en ég ætla bara að segja það hér og nú að ég er ekki textílsérfræðingur. Það er ekki mitt fag, þannig ef þið þurfum að spurja einhverju faglegu þá eru örugglega miklu fleiri í salnum sem kunna það. Ég ætla aftur á móti að sýna ykkur þá gripi sem að við höfum tengjum kannski við hlutur kvenna og fókusa svona svolítið mikið á konuna í Firði sem að við grófum upp. Fornleifarannsóknin í Seyðisfirði hefur staðið yfir síðan 2020 og henni lauk núna í september, miðjan september. Við höfum verið marga mannmánuði á vettvangi með 25-30 fornleifafræðinga og ég ætlaði bara að vera 2 ár en ég flutti eiginlega austur og mér finnst ekki mjög gaman að sjá alla hérna í salnum því ég hef ekki séð suma mjög lengi vegna þess að ég hef eiginlega bara átt heima á Seyðisfirði. Ég ætla aðeins að nefna það að landnámsmaðurinn í Firði var hann Bjólfur og hann kom frá Voss í Noregi, kom með Lóðmundi fóstbræður sínum og þeir settu stað á Seyðisfirði og í Lóðmundafirði. Og hérna komum við inn á Seyðisfirði og þarna getið þið séð fjallið Bjólfur, það heitir eftir landnámsmanninum og þið sjáuð allt þetta rask sem er í hlíðinni, það er þar sem er verið að byggja varnargarða og þar höfum við verið að grafa. Bjólfur, hann er heygður upp á fjallinu til þess að vernda bæinn fyrir skriðu. Það er til gömul þjóðsaga það. Ég held að vísu hann hafi aldrei verið heygður þar uppi en til að við höfum kannski fundið hann ekki svo langt frá landnámsskálanum. Þarna hefur við verið að grafa síðan 2020 og þetta er eitt af mörgum uppgræftarsvæðunum okkar. Þetta eru þessi 3 varnargarðar sem eiga rísa. Þarna er eitt mannskæðasta snjóflóð féll 18. febrúar 1885. Síðan hafa fallið mörg minni. En það sem hefur kannski verið áhugaverðast við okkar rannsóknir og hann Árni Hjartar er nú hérna líka, hann fann með mér nú eina af þessum skriðum sem ekki voru þekktar, en það eru skriður frá 1100 og 1400 og hún átti nú eftir að leika okkur smá grátt, þessi skriða. Ég kem að því aftur seinna. Garðarnir eru næstum að vera tilbúnir, við erum búin að grafa undan þeim öllum og minjar, en svo heppur það vill til að það sem að Fjarðargarður sem er neðst, að skálinn sem við höfum verið að grafa upp með síðustu 2 sumur, það var hægt að færa garðinn aðeins og hann verður varðveittur á einhverju leyti. Ég ætla ekki að segja frá, við erum náttúrulega búin að grafa upp alls konar útihús, við höfum Millu, annað bæjarstæði en ég ætla bara að einblína á hennan elsta tíma og kannski fyrst og fremst á kumlinn og gripina. Þarna sjáum við betur svona staðsetninguna. Hér fundust kumlinn, hér er bæjarstæði sem við grófum upp sem er frá árunum 1700 til 1920. Fundum líka miðaldahús og svo er þetta bæjarhóllinn í Firði, hann er ógrafinn en í ágúst 2021, 25. ágúst, þá var ég á leiðin að pakka saman þegar fornleifafræðingarnir segja út í kvalti að þeir hafa fundið mannvistarlög undir skriðinu. Ég segi það getur bara ekki verið. Við erum búin að skoða þessa skriðu 2020, hún er forsöguleg. Og við byrjum að fara að kíkja, eða sem fórum að skoða undir hennar og þá kemur í ljós fullt af mannvistarlögum sem eru frá því fyrir 1100. Við vorum svo sem ekki alveg búin að aldursgreina skriðina þeim tíma, en undir þessara skriðu komu í ljós 4 kuml, þessar kumlateigur. Í ljósi þess lagði ég nú þá til að við myndum taka fullt af öðrum könnunarskurðum sem ekki hafði verið gert ráð fyrir upphaflega og það má sjá þá hérna. Þá fundum við öskuhaug og skála og annað útihús hérna og ýmislegt átti þetta að koma í ljós. Þetta er hérna, já, annað sjónarhorn, það er hort niður í bæ til austurs og
þetta til dæmis útihús sem var undir skriðu, þetta var undir skriðu og þessi öskuhaugur var undir og yfir skriðu. Það var líka mjög merkilegt, verð ég nú að segja frá aðeins einna. En það sem við erum svo heppin að við erum með nokkuð gjóskulu þarna til aldursgreiningar og kannski besta lagið fyrir okkur var 1158. Það hafði svo sem ekki fundist í Seyðisfirði áður, en nema á einum stað, en það kom í ljós þegar við byrjum að grafa í kringum skálan að það var nokkuð vel varðveitt og út frá því höfum við getað aldrei greint skriðuna. Við teljum hann að vera 1100, sögðum 1150 fyrst. Mig grunar hún sé meira þess aðeins fyrr en 1100 bara nokkuð gott ár. Og hérna sjáum við þessa skriðu þá 1100, hérna sjáum við skriðu sem var 1200 og svo önnur hérna 1400 og svo einhver yngri skriðulög hérna ofan á líka. Báðar þessar skriður 1100 og 1400 eru mjög stórar og hafa fallið á bæjarhúsin. Ég veit ekki úr hverju þeir eru gerðir ættingjarna Spjóls, en þeir allavega aldrei fært sig. Þeir hafa verið staðfastir, þarna skyldu þeir búa og bara fært húsin til. Þarna sjáum við hvernig við erum að byrja að taka skriðun af og skálinn er að fara að koma þarna í ljós. Við grófum þessi kuml haustið 2021, því miður ekki alveg bestu aðstæður, vegna þess að það var, við urðum að klára til þess að menn geti haldið áfram með verkin, en þarna kemur í ljós þess að 4 kuml og fullt af mannvistarlögum ofan á þeim og 3 af þessum kumlum voru röskuð og sérstaklega bátskumlið og ég hef ekki enn kannski komið með skýringar á því af hverju menn að raska því svona fljótlega eftir að kumlin eru gerð. Við aldurinn á kumlunum er svona 940 til 1000 og bara rétt eftir 1000 þá eru menn að nota þetta sem ruslagryfjur. Eina kumli sem var óraskað er hérna kvenkumlið og en öll hinn að einhverju leyti röskuð. Maður velti fyrir sig hvort að það hafi komið einhverju nýjir sem hafa flutt að bænum eða hvort að menn sé að ræna kumlið og svo hefur þetta þá breyst í einhvers konar ruslahaug en það voru margir lítrar af dýrabeinum í þessu kumli. Nú fór ég aðeins og satt. Ég ætla bara aðeins að nefna bátskumli. Við höldum eða við vitum, það er búið að gera greiningar á þessum litlu viðarleifum sem að fundust. Þetta er bátur úr eik. Teljum öllu líkindum að þetta hafi verið maður. Það er eiginlega engin mannabein. Það eru 3 tennur. Það hafa verið 2 hestar. Það voru töflur úr nefatafli. Hann er með exi og hann er með silfurnappa, silfurnælu. Þetta gæti hafa verið svona cirka þessi típa af bát. Við erum að endurgera hann út frá bátasaumnum sem við fundum og reyna að vinda okkur einhverja skoðun að hvernig hann hafi litið út. Þetta eru gripirnir sem fylgdu honum Bjólfi, perlur og silfurringur, rostungstönn og þessi gripur sem fannst nú eiginlega bara í fyrradag, við vitum ekki ennþá hvað þetta en dýrabeinafræðingurinn okkar hefur verið að fara í gegnum öll þessi dýrabein sem voru onni í kumlinu og hún fann nokkra gripi og þetta var nú eiginlega einn af þeim síðustu gripanum sem hafa verið skráðir í sarf. Við erum búin að skrá alla gripi sem hafa fundist í Firði í gagnagrunn Þjóðminjasafnsins. Þetta er gull. Og af hverju þetta hefur verið, ég veit það ekki, en þetta sem sagt, eitthvað af gripunum voru búin að blandast í þessi dýrabeinalög. Veltu fyrir mig hvort sé hnappur á hugsanlega sverði sem hefur þá verið tekið eða einhverju skafti. En hann er með þessa nælu, silfurnælu hérna sem hefur líka haldið klæðnaðinu og svo með silfurhring. Og ef einhverju dettur eitthvað í hug þá er það vel þegið. En gull er mjög óalgengt á víkingaöld. Það er nú bara 2 aðrir staðir sem það fundist. Það er í Vatnsfirði og á Stöð. Þannig að þetta var svona ansi skemmtilegt að þetta skyldi koma í ljós bara fyrir 2 dögum. Þannig að við erum enn að grafa upp úr gögnum sem við erum búin að grafa upp. Þannig að
Forvirði Þjóðminjasafns eru núna með þetta til að skoða hvort við getum eitthvað sagt meira til hvað þetta Myndin var tekin í gær, þannig að þetta var bara, fekk að fljóta með núna, veit ekki meira. Við fundum hérna kuml sem var bara maður og hestur í, mjög lítið haugfé. Kuml 3, þar var líka bara hestur og hundur. Það sem svolítið skemmtilegt með hundana, það var hundur líka í bátskumlinu og það var lítill svona eins og stærð á við íslenska hundin, en hundurinn í kumli 3 stór hundur. Og af þeim kumlum sem við höfum grafið upp á Íslandi þá eru held ég hundar í 33 kumlum og það nú ekki nema 3 sem eru stórir. Oftast þeir í þessari stærð svona eins og Íslands hundurinn Kvenkumlið var það eina sem var óraskað. Þar voru enga beinaleifar og það sem var áhugavert að sjá, þetta svarta sem á myndinni, þetta eru birkigreinar. Það voru bæði undir henni og yfir henni verið lagðar birkigreinar. Hugsanlega hefur hún verið með dúnpúða og það sem við sjáum svo þegar við erum að grafa, við horfum myndina til hægri, að við sjáum að það fullt af textíl þarna og við hugsaum að við getum ekki grafið hann fram á vettvangi, þannig við tókum hann upp sem blokkir, þannig að forvirði Þjóðminjasafnsins gætu grafið þetta upp hérna. Við vorum svo hrætt við að skemma þetta á vettvangi og það var sennilega það eina vitræna sem við gerðum með því, þegar að maður kom síðan í ljós að þarna voru einstaka textílleifar og sennilega hefðu við kannski ekki geta bjargað nema að gera þetta með þessum hætti, því að forverðinni gerðu alveg ótrúlega flotta vinnu, tók marga mánuði að forverja þetta, en í staðinn fyrir erum við með einstakar textílleifar. Konan var með sennilega kistil á hægri hönd við mjaðmabeinið, í henni var brýni og jaspíssteinar, á vinstri hönd var hún með hníf og sennilega lykil og hún var með 2 kúftarnælur og hringlaganælu og skæri á milli brjóstana. En nú ætla ég aðeins að sýna ykkur textílleifarnar. Það sem við gerðum var að fá hann Þór Þráinsson til þess að teikna gripinn leið hann kom inn á safnið og við tókum líka myndir. Við gerðum okkur grein fyrir því að við myndum ekki geta bjarga nælunum, þannig að við fókusuðum á að við skildum bjarga textílnum. En með því að teikna þetta svona, hann gerði fleiri teikningar af þessu og mynda þetta, þá sáum við hvernig þessi yfirhöfn eða kápa eða einhvers konar yfirhöfn, hvernig hún fjall af þessum kúptu nælum. Ég var að vonast til þess að vera búin að fá greiningar, við erum að greina alla litina í textílnum, en það ekki komið neitt svar ennþá, en það ákom núna í desember. En það lítur út fyrir að þetta kápan hafi verið blá, eða yfirhöfnin, og það sé rauður, brúnn og gulur litur í henni. Og þetta bara svo best varðveitasti textíll á Norðurlöndunum fyrir utan Úsiberg skipið sem mun hjálpa okkur að skilja klæðnað kvenna á þessum tíma. Við vitum að eftir 1000 eftir heiðni þá breytist tíska mjög mikið, menn hægt að nota þessar kúptu nælur. Þannig að þetta mjög mikilvægur gripur fyrir sérfræðinga sem að kunna þetta til þess að geta endurskapað þennan fatnað. Aftan á þessari kápu, þá sjáum við þetta stykki, þetta lín, sennilega hefur verið lín fóður á allir kápunni. Og það líka gaman að sjá, þið sáu þarna festinguna, þannig að maður sé hvernig hún hefur verið krækt saman, þessi yfirhöfn. Við fundum líka mjög mikið af innra plagginu undir kúptunælunum og þetta pínu skemmtilegt, þannig að þetta virðist
virðist vera einhvers konar lykkja, þannig hún gæti hafa verið með lykil eða eitthvað sko, sem hefur hangið í þessu, eða skærin sem voru milli brjóstana. Þetta er eitt af stykkjunum sem eru brjóststykkjunum og það sem þær segja mér, það eru 2 textílsérfræðingar að vinna með mér, Marianne Veterle frá Háskólanum í Oslo og Ulla Mannering frá Þjóðminjasafninu í Danmörku. Það sem er svolítið áhugavert við þessa skyrtu sem hún í, að hún svo efnismikil, þannig að þetta verður svolítið svona vítt. Og þetta eru þessi skyrta. Svo voru alls konar bútar, þið sjáu það það mjög ólíkt hvernig þetta bæði ofið. Þannig að við eigum eftir svona púsla hvað allt þetta eða hvernig þetta passar inn í þennan klæðina sem hún í. En mér minnir að sá textíll sem best varðveittur á Íslandi sé frá Bláklæddu konunni og í Reykjahlíð og það ekki mikið meira heldur en þetta. Þannig að þið sjáu hvað þetta mikið sem að bætast við. Og við erum líka með fullt af litlum svona þráðum. Og annað sem þetta eru þessar kúftunælur sem að hafa haldið þá uppi með böndum kjólnum og svo ertu í skyrtu undir. Það eru leifar af böndunum sem að hafa varðist. Maður sér það kannski ennþá betur hérna. Það sem var áhugavert við þetta band er að það er búið að gera oftar en einu sinni við það. Það sjá fleiri viðgerði þannig að þetta er búið að nota þetta band lengi. En þið sjáu hvað nælurnar, það eru ekki sérstaklega vel varðveittar og það er nú svona alveg típist hérna á Íslandi, þú farið ekki bæði, textíl eða lífrænt og málm bæði vel varðveitt. En í þessu tilviki var það þá textílinn. Þetta eru skærin hennar, þau voru líka vafin inn í textíl og hér sjáu þess að hringlaga nælu, hún er mjög illa farin og ekki hægt að greina neitt hvaða form á henni þetta var. Það hafa nú ekki mörg skæri fundist, ég held að séu bara 3, þannig að það er ekki svo vanalegt. Hún var líka með 12 eða 11 perlur og svo þennan grip sem við vitum ekki ennþá hvað það er, en hann er brotinn og menn hafa nú ekki heldur komið sér saman hvort þetta sé bein eða steinn. Hún var með brýnið og þessa elsláttu steina. Á Austurlandi hafa fundist 44 kuml og af þeim eru 13 konur og þær textíleifar sem hafa fundist í kumlum hafa alla fundist á Austurlandi. Það er eiginlega hvergi annars staðar eitthvað svona allavega ráði. Ég ætla ekkert að fjalla kumlin en það var bara til að setja þetta svona í samhengi. Hér er fjörður. En ég ætla að nefna Verstadsheiðina, fjallkonuna, af því að hún fannst fyrir 20 árum og fannst í þessum skúta. Við sjáum var með 530 perlur og ótrúlega fallegar og verðmætar kúftarnælur og þríblaðanælu og með prjón og ég tel að hún hafi tengst firði, hún deyr á svipum tíma eða sem sagt hún upp á sama tíma og öll búsetan í firði sem við erum búin að vera að grafa upp. Hún að ganga þessa gömlu leið frá firði yfir að Hérað til þess að fara að Eiðum og ég tel hún hafa orðið úti en það eru auðvitað skiptar skoðunar hvað er hún ein að gera þarna einhver fjalli. Hún allavega ekki lögð til þarna en þeir sem hafa gengið þarna uppi á fjallinu áttast á því að það er auðvelt að geta orðið úti. Bara miðju sumri getur fengið svo mikla þoku að þú veist ekki alveg í hver áttin þú ert að fara. Þannig að mér finnst það ekkert óeðlilegt. En það má velta fyrir sig samt hvað hún að gera þarna. Hún ung, hún ekki fædd á Íslandi
Hún virðist hafa alist upp einhvers þar annars staðar fyrstu árin og svo komið til Íslands. Og hún, eins og ég segi, með 500 okkar perlur og þetta nú stærsti perlufundur á Íslandi á einum stað. Og það líka annað sem svolítið áhugavert og það allar þessar perlur sem að finnast á Austurlandi. Við höfum fundið 150 perlur í Firði og Bjarni í Stöð búinn að finna yfir 200 perlur og það bara einhvern veginn allt annað heldur en þú skoðar aðra staði á Íslandi. Ég vil allavega fengja hana hérna Firði og við höfum alltaf eftir að skoða þetta svona betur hvernig við getum púslað henni þar inn. Við höfum verið að grínast á síðustu árum alltaf að keppa við Bjarna sko. Við ætlum að ná 202 perlum en við náðum bara 158 en þá teljum við alltaf fjallkonuna með og þá vinnum við, þá erum við með 700 sko. Svo að hún má alveg vera með okkur í Firði. Og þetta þá gripirnir hennar. Það sýning á Egilsstöðum núna og það var í fyrsta skipti sem að gripirnir og fjallkonin eru sýndir á byggðasafninu á Egilsstöðum. Ég ætla aðeins að fara inn í skálan. Við erum búin að grafa upp skála sem er frá 940 til 1100 og það sem er pínu merkilegt að við höfum ekkert fundið eldra en 940. Ég veit eiginlega ekki hvar landnámstíminn er þarna. Og ég sé í sniðum að það menn eitthvað byrjar að koma fyrir 940 en það er ekkert svona, það er ekki mikil mannvist og þetta kemur mér svolítið á óvart. Þegar kumlin eru líka frá þessum tíma þannig að það er mikið bara að gerast þarna á stuttum tíma. Við erum minnstakosti með 3 byggingaskeiða á þessum skála, þessi minnst er svona 12-14 metrar, þessi sem kemur næst, hann yfir 20 metrar, svona 22 og svo þessi heila skáli sem þið sjáu þarna, hann 30 metrar og yngsti skálinn. Við höfum túlkað þetta sem vefjastofu, að við séum með búr þarna, það eru setbekkir og hugsanlega búr á þessum enda. Við erum með þennan risa öskuhaug og við erum með einhverja smiðju sem allavega ýmislegt sem bendir það smiðið hérna í norðurendanum. Þegar skriðan fór á skálan þá eyðilagði norðurendan en hún eyðilagði ekki suðurendan og það sem var svo merkilegt með vefjastofuna að hún lagðist bara yfir hana og pakkaði henni inn og veggirnir voru næstum meturs háir og þeir eru hlaðnir í kringum 1020. Og enginn hefur notað þetta rými eftir skriðuna en við sjáum að skálinn notaður á miðöldum eða sérst eftir skriðuna. Þetta er klömbruveggur sem hlaðinn í vefjastofunni og eiginlega byrjaði hann ekkert að eyðileggjast fyrir hann við opnuðum hann sko. Þannig að fara að detta niður núna á síðustu árum sko. Þannig að ég vildi bara sýna ykkur mynd af þess að þetta svo ótrúlega flott varðveisluskilyrði. Vefjastofan, þetta held ég að hljóta hafa verið kannski eitt af mikilvægasta rýmið í húsinu og sennilega hafa þetta verið konurnar í Firði sem hafa verið að vinna þarna. Það voru 2 ofnar og það yfir, þetta skriðan, við skildum hana eftir. Það yfir 200 gripir sem hafa fundist þarna og margir heilir eins og heilir snældusnúr og kljásteinar og perlur og taflmenn og ýmislegt annað. Og væntanlega þeir svona heilir vegna sem menn fór ekki inn í vefjastofuna eftir skriðuna. Við fundum yfir 300-400 pinnahólur og ef það eitthvað sem fornleifafræðingarnir í Firði þola ekki þá það enn ein pinnahóla. Þetta klárlega tengist eitthvað öfnaði og maður hefur velt fyrir sig hvort þetta hafi með að gera þegar að mann sé að stinga niður staf og vinna með spjaldöfnað eða þegar að menn eru að spinna. Það ekki alveg ljóst en við erum svona allavega klárlega tengjum þetta textílvinnunni. Við höfum fundið yfir 60 snældusnúða og til þess að bera saman við marga skála sem var grafnir upp á Íslandi þá algengt að finna 4-6. Sá staður sem hefur flestar held í 18
Og það að við sem 64 sem á svona stuttu tímarama dálítið magnað og allar gerðir, alveg frá því að vera frá 5 grömmum upp í að við erum eitt hérna úr blýsnúð. Og það var 8 blýsnúðar fundist á Íslandi. Við fundum líka hérna 1/4 úr spjaldi. Ok. Já, ég streyminu. Ég held þetta sé fyrsta, Lilja Árna segir mér það hafi ekki fundist áður spjald frá þessum tíma, ekki eins og miðöldum. Þannig að þetta svolítið skemmtilegu gripu vegna þess að það að tengja þetta við að konurnar í Firði hafi verið að gera bandið á kápunni sem var í gröfinni. Það ekki gert endilega erlendis, heldur gert hér. Við fundum í öskuhaugnum fullt af svona litlum smábútum af textíl, en það svona það kannski, það ekki mikið stærri en þetta, en mér minni samt að við séum komið með einhver 20-30 textílnúmer. Við höfum grafið upp líka ótrúlega mörg útihús á sama tíma, og skemmur, og við erum svo sem ekki búin að túlka öll þessi hús til hvers þau voru notuð, en við erum allavega komið með 1, 2, 3, 4 hús sem samtímis og skálinn, og svo erum við með hérna gömlin. Skemmt eitt af þarna sem var mjög áhugavert, myndin á hægri, þar sjáum þið fjós sem frá sama tíma. Það fór undir skriðuna og ég alveg sannfærð það ef það hafa verið skepnur af fólk þarna inni, þá hefur fólk dáið vegna þess að húsið hefur mókast heila alveg í burtu. En það sem pínu áhugavert, ég búin að hugsa nokkur sem því ég stend út í felti og alltaf hugsa, okkur fluttu fólk ekki, okkur færði þess ekki, okkur það hérna. Og fjósið þarna, byggt 940, fjósið hérna á þessari mynd byggt 1900. Það byggt á sama stað og ég hugsa, það bara því menn hafa engin verkfæri. Þú ert með skóflur sem eru tréskóflur, þú getur ekki mókað þessa skriðu. Hún 2 metra há hérna uppi í fjalli. Svo einfaldast bara móka alltaf inn á húsinu, byggja torfveggina innanfrá og bara láta fjósið standa á sama stað. Ég held að þetta fjós hafi nú verið einna aðal vinnustöðum kvennanna. Við fundum eitt skemmtilegan grip, mjaltarstól úr Hvalbeini, sem frá allavega, sennilega miðöldum ef ekki frá elsta tímanum. Þarna sjáum við, og svo vorum við með þessa risa öskuhauga sem voru norðan við skálan og sem betur fer gerði Minjastofnun þá kröfu að við fengum að grafa þá alla upp og fleyta þeim og fín fleyta, þannig að við erum með 3000 gripi úr þessum öskuhaugum. Við lentum nú smá í vandræðum samt með þessa skriðu. Við heldum að við værum með öskuhaug 2023 sem væri frá 940 til 1100, en komist svo að því mitt sumar að við vorum með skriðuna undir þessum öskuhaug sem við vorum búin að grafa. Og þá fundum við út að við værum með öskuhaug sem var frá 1100 til 1158, bara 60 ára saga í þeim öskuhaug. Og þá gátum við líka skilið það að þegar skriðan fellur á bæinn, að þá fara bændur og búaliði að reyna að reisa skálan upp bara þegar þetta gerist, þegar við sjáum að veggjónum þeir eru með tjastla saman þarna. Og við sjáum að það sem fór í skriðuna með mókuði ofan á hana. Þannig að torfleifar úr veggjum og seti sem hafði skaddast var það fyrsta lagi sem var ofan á skriðunni. Ég veit ekki hvort þið fylgir mér með þessu, en þetta var svolítið magnað eiginlega að skilja hvað hefur gerst. Og þeir sem hafa verið á Seyðisfirði náttúrulega sáu skriðuna sem fjall núna 2018 og hvað það gerði við hús og annað. Og oft þessar skriður að gerast á haustin, Árni leiðrétti mig, en eftir rigningar og svona, og menn þurftu bara að bjarga sér. Og þegar við vorum búin að sjá eiginlega þessa atburðarás fyrir okkur, að þá fundum við þess að annan öskuhaug og
það voru allavega 14 gripir í honum og hann klárlega undir 1100 og það myndin hérna til hægri. Þannig að við erum búin að láta þessar skriður flækja ýmislegt fyrir okkur en höfum alltaf fundið lausnir þegar grafið Við erum með nærri 5.000 gripi sem hafa fundist frá þessu tímabili og sem gerir þetta alveg ótrúlega stórt safn af gripum. Fjöldin alla af Klebergi sem væntanlega, eða hugsanlega innflutt frá Noregi en gæti hugsanlega koma annar staðar. Við erum með bæði skaftkólur og grýtur. Við erum með held ég 5 lykla sem ansi margir lyklar, svo var 1 lykill í kumlunu. Við erum með öngla og við erum með vaðsteina og við erum með þetta áhugaverða lóð þarna til hægri sem ég þekki ekki neitt svona sambarlegt. Við erum með töluvert af deiglum og deiglum úr leir sem bendir til þess að minnstakosti, það verður unnið einhvers konar fínsmíði. Við erum með líka töluvert af hráefni eins og blýi og við erum með mót og blý á víkingaöld yfirleitt að koma frá Englandi. Flestar blý sem í Skandinavíu var flutt frá Englandi og þangað. Þannig að það svona beintenging þangað og við erum með allavega 3 eldstál. Við erum með annar hráefni þarna sem brons og við erum með bitasilfur og við erum með fullt af tinnum til þess að nefna eitthvað. Og við erum með leirkjörsbrot, sennilega úr 2 grýtum og við teljum núna að þetta sé hugsanlega að þetta sé frá Orkneyjum eða Hjaltlandseyjum en við fáum staðfest núna með leirgreiningum í vetur. Við höfum borið þetta saman við víkingaldar leirkjör frá Skandinavíu og það passar ekki. Þannig að við grunar að þetta sé þaðan og leirkjör frá sérstaklega Hjaltlandseyjum, á báðum stöðum eru svona gróf, þau eru frekar ljót og ekki mjög fínleg en þetta gerir þetta samt stærsta leirkjörasafn frá þessum tíma á Íslandi. Ég veit ekki hvort að menn átti sig í salnum að leirkjör ekki að koma fyrir á miðöldum og leirkjör hafa bara fundist á 2 stöðum frá því fyrir 1100. Það er í Höfnum á Reykjanesi og Kolskósi. Við erum með yfir 200 brýni, öllum stærðum og gerðum og væntanlega eru þau að koma öll frá Noregi. Noregur byrjar að flytja út brýni kringum 700 og flytur meira svo út brýni frá Eidsborg alveg til 1979 frá sama stað. Sömu námundnar í 1000 ár. Og dökku brýni sem þið sjá myndina, þau eru sannlega að koma frá Þrándheimi eða Mostamarka og námum þar en ljósum brýni koma frá námum kringum Bergen eða Eidsborg. Og bara til að sýna ykkur aðeins úrvalaða perlunum okkar. Við erum með eina perlu til hægri uppi sem með gulli. Við erum með alla gerðir, rafperlur, tálkukol, bergkristalperlur. Við daldum mikið líka svona rafmólum, það er lengst til hægri. Og þetta er ansi flott perlusafn. Þannig koma fleiri. Og ég veit ekki hvort þið tóku eftir því en það bátskumli sem við tölum hafa verið maður, hann var líka með perlur og það er oft svona önnur samsetning á perlum í kallkumlum miðað við kvenkuml. Þannig að það var svona dálítið ólíkt. En hann var með yfir 20 perlur og það er ekkert svo óalgengt ef maður fer í gegnum kumlatal hans Kristjáns að sjá að það eru perlur í kallkumlum. Svo eitt af því skemmtilegasta, það eru allir þessar töflur eða taflmenn úr hnefatafli. Við erum komin upp í 130. Þetta er kannski fyrsta spilavíti á Íslandi, ég veit það ekki. En þetta er allavega ótrúlega skemmtilegt. Þetta er úr Gjóskubergi og Rauðabergi. Þetta er íslensku steit sem er til fyrir austan og það hefur einhver sitið þarna öll kvöld og verið að tálka taflmenn. Þið sjáu þeir eru misvelgerðir. Þegar við fundum hann fyrsta í bátsköfninu þá vorum við alveg verið með nefan. Svo bara kom einn og eftir öðrum og þeir allir eins. Þannig að við erum ekki enn búin að finna nefan en við erum búin að finna töflurnar sjálfa. Við hefum aðeins velt fyrir okkur hvort þessi háa þarna fyrir aftan gætu hafa átt að vera kóngurinn eða nefinn. En
erum ekki komin í niðurstöðu. Það má velta fyrir sig hvort þeir hafa verið að framleiða til þess að selja þetta. Það er ekkert í svo mörgum kumlum hafa fundist töflur og það er í einhverjum þeirra eru töflur úr svona Rauðabergi. En ég held að sé engin uppgröftur á skála sem að hafa fundist meir en bara 2-3, þannig að þetta er svolítið magnað. Við fundum líka gler úr spegli, eða líklegast er þetta úr spegli og ég hélt nú fram í viðtalinu daginn að þetta væri fyrsta glerið á Víkingaöld á Íslandi. Það er nú ekki alveg rétt hjá mig, það er vist til eitthvað gler frá Reykjavíkur uppgröfturum, ég er bara ekki búin að skoða það. En gler á þessum tíma er bara algjörlega einstakt og gler úr svona speglum hafa verið að finnast í gröfum í Birka og þetta er svona eins og mósaík speglar, það eru svona rammar utan þetta og þetta eru margir speglar sem að búa til, eða mörg glerbrot sem búa til þennan spegil. Við fundum líka silfurpening, hann er sennilega sleginn í London kringum 982 en þetta er frá aðalráði ráðalausa. Það er alltaf gaman að finna silfurpeninga, það er nú ekki mjög margir sem hafa fundist. Það hjálpar okkur líka bara með aldursgreiningar og við erum svona eftir að sjá hvernig hann passar inn. Ég hefði viljað að hann væri aðeins eldri en hann þrengir þá samt ramman hjá mér því já, þá er bara mjög mikið að gerast í Firði á þessum tíma. Og svo fundum við náttúrulega þetta skemmtilega dýr sem að gerði okkur kannski bara heimsfræg því að pressan sagði við varum að rífast hvort þetta væri svín, björn eða hundur og þá fór það bara einhvern veginn út allt og við sem vorum að grafa flest voru á því að þetta væri svín, enginn var á því að þetta væri hundur. Þannig að ég held að sé bara, já, hver og einn má finna út hvað hann finnst. En þetta er allavega mjög skemmtilegt. Börn eru nú ekkert oft svo sýnileg í fornlegar rannsóknir og ég held að þetta sé klárlega leikfang, ég held að þetta sé nú ekkert neitt trúalegt. En allavega mjög skemmtilegt. Þetta er úr Gjóskubergi eins og taflmennir og hefur þá verið gert þarna. Síðan ætla ég að bara þakka fyrir mig og enda á Íslandsperlunni og bara ósku gleðilegra jóla og takk. Já, mér langar bara að þakka ykkur fyrir, bæði þér Ragnheiður, fyrir þetta fróðlega erindi og eins og ég sagði áðan þá er nú margt það ennþá verið að vinna í gögnum og örugglega spennandi tímar framundan. Ég veit ekki, við sáum fyrir okkur dagskráin væri svona til 2, þar að segja með kaffinu sem að býður okkar fyrir utan eða fyrir framann. Hvort að þið leyfið einhverjar spurningar eða eitthvað svona sem að, hvort sem það er til hennar Hildar eða þín Ragnheiður. Er eitthvað svona sem að, annars erum við auðvitað bara að fara að tala saman frammi og en leið langar mig, við kveikjum auðvitað ljósin betur þannig að við getum skoðað þennan fallega búning sem að við vorum að fá til okkar. Og Hildu kannski, ef það eru einhverjar spurningar, þeir sem ekki þekka til og að skýra það aðeins frá honum. Og svo erum við með höfuðbúnaðinn, sem sagt koffur og slæðuna og faldinn í þessum gamla sýningarskáp eða borði. Þannig að ef það er engar spurningar, ég sé að fólk eins og ég segi, það er ýmislegt að melta eftir þetta, það er mikla fróðleik frá okkur báðum og þá langar mig að þakka ykkur hjartanlega fyrir komuna. Það var ánægjulegt að sjá hvað komu margir til okkar og þið megið bara láta ykkur hlakka til næsta árs. Að ári liðnu þá munum við auðvitað halda einhver önnur erindi eða hafa aðra dagskrá og ég segi eins aðru kosti bara gleðilega hátíð og megið njóta vel og gjörið svo vel og fá okkur kaffi og kleinur frammi. Takk fyrir.